Komið sæl, þetta er svart og hvítt. Jón Gretar heiti ég og ætla að vera með ykkur í þessum stuttu þáttum. Ég ætla ekki að hafa þetta langt. Stundum náttúrulega dregst þetta aðeins en hver veit, kannski verður þetta skemmtilegt og kannski er þetta bara hundfucking leiðilegt. Eins og við höfum kannski vanist hérna undanfarið. Herru, ég ætla að byrja á því að fara í þennan leik sem við vorum að fylgjast með. Þetta var Aston Villa, bikarinn, FA Cup og enn og aftur, ertu ekki að grínast í mér. Þarna fóru bara, það sýndi sig alveg 100% hversu lélegir dómarar í ensku deildinni eru. Þeir eru orðnir svo háðir þessu blessaða VAR-kerfi að þeir bara kunni ekki að dæma lengur. Þú séð það bara eins og markið sem að þeir skoruðu var alltaf kolólulegt. Hann var svo rangstæður að það hálfa væri nóg. Við erum að tala örugglega svona 50-60 cm sem hann er fyrir innan línu. Við höfum séð línumenn flagga á þetta mjög auðveldlega. Þeir gerðu það ekki núna. Það voru stanslausar. Það voru 3 bara mjög vel tilgreindar vítaspyrnur sem við áttum að fá í þessum leik og bara góður fótur fyrir þeim öllum 3 sem var bara glórulaust að þau skulle ekki dæma. Þetta sýnir bara að maður fer að halda það að það er eitthvað svona agenda á móti Newcastle. Maður finnur það, það er einhver gremja þarna. Ég veit ekki hvað þetta er, hvort þetta sé pólitískt eða hvernig sem það fer fram, en það er eitthvað stórvægilegt í gangi þarna. Svo er tæklingin á Murphy, það var rautt spjald allan daginn. Veit ekki hvernig hann komst að því að þetta var ekki rautt spjald, en það er spurning. Ég gera þetta alltaf hérna þegar þeir byrja, sko. Þetta eru peningar. Og það er eitthvað stórvægilegt að í þessu kerfi hjá þeim, sko. Alveg eitthvað stórvægilegt. Dómaramál, ok, flottir. Ég er búinn að taka vel á þeim, eða hitt og heldur. Leikurinn allur var mjög furðulega dæmdur. Hann skánaði þegar að markmaðurinn hjá þeim fékk rauðarspjaldið, hann skánaði aðeins, en dómgæslan var bara slæm í öllum leiknum. Þeir náðu einu svona atriði sem að fór rétt fram. Já, við skulum að hætta að lasta dómarana. Maður má aldrei segja neitt við þá, er það ekki? Það er alveg bannað, maður verður að vera góður og stiltur strákur þegar maður kemur að því. En, ok, allt í lagi. Ég er Eddie Howe out. Ég er á þeirri könnu. Ég er ekki að segja það vegna þess að mér líkar illa við hann. Ég er ekki að segja það að hann hafi ekki gert neitt. Ég er ekki að lasta hann fyrir eitt né neitt. Hann er búinn að vera stórkostlegur. Hann er búinn að gera stórkostlega hluti. Hann er, ég vil fá stytta á honum fyrir utan St. James's Park, sko. Hann er búinn að gera hluti sem ég held að væri ekki hægt að gera. Já, það er svona skrítið að fólk myndi þá örugglega spyrja mig af hverju viltu hann þá í burtu. Það er eiginlega mjög einfalt að svara þessu. Ef þú horfir á síðasta ár sem við erum búin að vera með hann, þá er öll hans taktík bara, hún er eins og opin bók fyrir hvern sem er til að lesa. Og ef þú lest þessa bók, þá er ekkert mál að vaða yfir liðið okkar, ekkert mál. Þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gerast, á hvaða mínútu, þú veist hvaða kerfi er spilað, þú veist hvaða leikmönnum er spilað, vegna þess að hann náttúrulega bara elskar sína leikmenn og vill bara hafa þá alveg sama hvernig staðan er. Tökum til dæmis bara þennan Aston Villa leik. Ég verð að hrósa honum samt fyrir því að þora að fara alla leið þarna. Þetta átti hann að gera á móti City, sko. En, já, ok. Hann var 2-0 undir í einvíginu, en
gerði ekki raskat, spilaði með 5 varnarmenn og og hvað var hann að vonast eftir eiginlega? Stórfurðulegur, en allt í lagi, við látum það að slæta. Ég er Eddie Howe out, en ég er samt ógeðslega þakkláttur fyrir það sem hann hefur gert og það mun aldrei fara. Hann á alltaf sérstaka staða hérna, alltaf. Ég dýrka manninn. Samt verð ég bara að segja það að hann er bara brunninn, finnst mér. Mín skoðun, auðvitað eru margir ósammála, ég skil það bara mjög vel og það er líka bara allt í lagi. Frábært að fólk hafi mismunandi skoðanir á hlutunum, það er geðveikt. Það sem ég hefði samt vilja svona fara yfir hérna var það að þessi uppsetning á liðinu hjá honum, hún var sóknarkennd, mjög skemmtileg. Hann droppaði Gordon sem var mjög sérstakt. Ég var ekki sammála honum þar, ég hefði viljað spila honum að með hvernig hann spilaði síðasta leik. En kannski þarf hann á þess að halda, eins og ég hef margoft sagt. Kannski þarf hann á því að halda og láta bekkja sig vegna þess að hann bara heldur það að hann eigi bara stöðuna og getur bara gert það sem honum hentar. Það var röng ákvörðun hjá honum að taka Osula út af fyrir Gordon. Hann hefði átt að taka Barnes fyrir Gordon og Murphy út fyrir Elanga. Ég hefði viljað sjá Elanga byrja þennan leik líka. Hann stóð sér frábærlega á móti City. Ég veit að hann skoraði mark, jú, en það segir ekki allt saman. Hann stóð sér vel og maður sér það. Það er eitthvað að gerast þarna. Loksins er hann að vakna. Þannig að vonandi er þetta eitthvað til þess að svona bústa hann aðeins áfram. Það væri geggjað ef að það væri mögulegt. Það sem ég hefði viljað sjá er ég hefði viljað sjá þegar við vorum komin í 2-1 stöðuna. Við vorum manni fleiri, við vorum að sundur spila þá eins og enginn væri morgundagurinn. Ég hefði viljað fá að sjá Park inn á. Mig langar að sjá þennan unga strák spila vegna þess að ég sá hann á undirbúningstímabilinu og mér fannst hann hörku skemmtilegur. Og sá lítið á honum og það voru bara nokkra mínútur en mig langar að sjá meira á honum. Og ég vonast til þess að við fáum, hvað ég að segja, auðveldari andstæðing í 16. úrslitum. Það væri mjög skemmtilegt og þá kannski fengi hann séns á að koma inn á. Og jafnvel byrja, af hverju ekki. En, þú veist, ég stjórna ekki, sem betur fyrr, þessu ég örugglega mjög margir. Markmiðið í leiknum var raun og veru þetta, að sækja og skora og sem að var bara mjög flott og þetta er eitthvað sem að mig hefur dreymt að fá að sjá hjá Eddie Howe í langan tíma. Mér finnst hann allt of varnarsinnaður. Mér finnst þessi kick and run bolti ömurlegur sem hann er að spila. Ég vil ekki horfa á þetta. Mér langar að sjá sóknarsinnaðan fótbolta. Þar sem að menn spila boltanum og eru ekki alltaf að vonast til þess að vera með minna possession en andstæðingurinn og spila á einhverjum skyndisóknum. Ég þoli það ekki. Mér langar að sjá harða pressu eins og hann hefur gert og stanslausa baráttu. Það er eitthvað sem mér finnst vanta í dag. Þetta byrjaði þannig. Þetta var yndislegt og ég elskaði manninn fyrir það. Þetta var geggjað. En þannig er bara staðan og ég meina við unnum þennan leik 3-1. Tonali með 2 gjörbilaðar dúndurur á markið. Önnur reyndar reflection en þú veist, engu að síður mark. Seinna markið hans var klikkaflott. Voldemati náttúrulega bara þurfti á þess að halda. Hann skoraði. Geggjað, bara mjög flott hjá honum. Þetta var bara Strikers eðli að ráðast á boltann þegar hann kemur í rýbandið. Þetta var geggjað. Mér var spilamennskan hjá okkar mönnum heilt yfir ágætt. Mér fannst Ramsey ekki góður í þessum leik. Mér fannst hann bara að setja manninn inn og láta hann byrja í leikis á þessum. Þetta var svona, þú veist, ég hef ekkert á móti honum en mér finnst hann þungur. Mér finnst hann hreyfa sig hægt. Það kemur barátta í hann öðru hverju og
ég ætla ekki að segja hann sé lélegur, alls ekki, en það vantar eitthvað í hann, það vantar, hausinn á honum ekki alveg komin á sinn stað. Hvað á ég að segja með Trippier, alveg rétt, Guð minn almáttugur. Þessi risaeðla, hún getur ekki hreyft sig. Þetta rosalegt, sko. Þú veist, ég dáist að móttökuna hjá manninum, hann getur tekið á móti öllum boltum, alveg sama hversu fastan, hversu háan, einhvern veginn, þá bara drepur hann boltan strax fyrir lappirnar á sig, það bara stórkostlegt. En maðurinn getur bara ekki hlaupið. Hann bara algjörlega búinn. Og ég veit að margir segja reynslan, það svo mikið reynsla í manninum, við verðum að hafa hann, reynslan allt og getur gert svo stóra hluti og Guð minn almáttugur, í alvörunni tala. Það fólk sem segir þetta í alvörunni hlustið á sjálfan ykkur og reynið að sitja saman 2 og 2 og ekki alltaf að fá út 17, sko. Please. Bara, þetta agalegt, sko. Trippier búinn fyrir löngu síðan. Hann var búinn í fyrra. Ég ekki að segja að ég sé ekki honum þakklátur, langt frá því. Hann stóð sig brilliantly, sko. Þegar hann kom til okkar fyrsta árið, brilliant. En svo byrjaði hann að dala og bara, þú veist, það ekkert eftir. Hann hefur engar hotspyrnur, hann hefur engar aukaspyrnur, hann hefur ekki neitt. Þú veist, með þess að innköstin hans léleg, sko. Þú veist, þannig að það eina sem hann hefur í dag móttakan. Hann kann að taka á móti bolta og ég gef honum það 100%. Og færir sko listaverk. Það stórfurðulegt að sjá hvernig maðurinn gerir þetta. Ég vildi að allir í liðinu geti gert þetta. Það væri stórkostlegt. Búinn að lasta hann. Ok. Voldemati stóð sér vel. Tonali stóð sér flott. Ramsey, hann var bara fínn, hann engin stjörnuleikmaður en hann stóð sér allt í lagi. Hann var þungur á sér, þess vegna var hann tekinn út af, væntanlega. Jacob Murphy var hörmulegur í þessum leik, bara heilt yfir hörmulegur, eins og bara í síðasta leik. Ég skil ekki okkur í ósköpunum hann fekk að byrja þennan leik, það þetta sem ég þoli ekki við ETH, sko. Ég fatt ekki hvernig hann getur haga sér, hvernig hann getur sett þetta fram svona, þú veist, eru frammistöður í leikjunum og undan, segja þau ekki neitt, þú veist, ekkert sem gefur þér hugmynd það að þetta muni actually vera eitthvað alvöru, þú veist, það það sem að lætur mig fá áhyggjur af að ETH skuli vera þarna ennþá. Já, þannig að það raun og þetta bara sem ég hef að segja. Ramsdale, það var nú lítið fyrir hann að gera þannig séð. Hann fekk á að setja mark, jú, hann gerði það, en þú veist, það var ólulegt mark, hann átti aldrei að komast þangað, þetta átti aldrei að vera dæmt, þannig að fyrir mér var hann með hreina skjöld, þannig að já, hann var bara fínn. Það var ekkert mikið að gera hjá honum, þannig að öll skiptin sem hann raun og veru hafði eitthvað að gera, það var raun og veru að taka á móti sendingum og senda boltann og hann bara spilaði nánast eins og varnarmaður, fannst mér. En jú, einhver skot voru þarna og vörslur og grípa bolta og eitthvað og kýla og þetta var bara ekki það mikið. Við vorum alltaf manni fleiri í seinni hálfleik og við hefðum átt að vera 2 mönnum fleiri ef að réttlætið hefði spilað þetta á sinn rétta veg, en það var bara ekki og við getum ekkert gert í því miður. En sigur sigur, við erum áfram í næstu umferð. Ég vona að við fáum einhverja svona þægilegri en Aston Villa, þetta stórkostlegt lið Aston Villa, en bara, já, þeir voru bara hauslausir í þessum leik, fannst mér. Mætti ekki til leiks, ekki allavega til þess að sigra þennan leik. Þeir reyndu en já, þeir höfðu þetta bara ekki í sér. Já, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Þessi leikur var frábær, það var gaman að horfa á hann. Og lítið ætla að segja annað meir það, en annars já, bara
endilega ef þið hafið einhverjar skoðanir á þessu, endilega droppið við einhverjum kommentum við þetta. Það væri gaman að heyra. En ég kveða Billy. Þetta er Svart og hvítt. Sjáumst.